En með hvaða væntingar farið þið út til Kína? Við förum bara svona með hóflegar væntingar en samt hárut markmið, gera betur heldur en síðast og bara bæta okkar leik. Við erum að fara inn í mjög erfiðan riðil, nánast sama riðil og fyrir ári síðan, á móti sterku þjóðum eins og Tékkland og Þýskaland. Við vitum að það eru bara krefjandi leikir, Þjóðverjar eru bara einn allra sterkasta liðið í þessum aldursflokki. En kannski svona, við horfum aðeins á fyrsta leikinn á móti Tékklandi sem að svona við gætum komið þar aðeins og óvart og bara ætlum að reyna að ná þar í sigur. Eins og á EM17 í fyrra þegar þið byrjuðu mitt á sigri sem að svona gaf byrju í seglinn? Einmitt, það var í raun og veru svona óvæntur sigur á heimaþjóðum sterku liði Svartfjallaland sem að síðan fór í efri úrslit. Það er bara sama, eins og segi, við bara förum bara út með kassan inn í þetta mót og liðið búin að vera í mikilli bætingu, búin að vinna vel í sumar og æfa vel og þannig að við erum bara mjög bjartsýn og förum bara fulla sjálfstraust í þetta mót. Þetta verður mikið ævintýri að fara til Kína og krefst svona skipulags líka fyrirfram og annað. Þetta svona reynir á alla svolítið, eða ekki? Jú, það er búið að vera svona ýmislegt búið að ganga á í aðdraganda og það eru, já, alveg töluvert alls konar skjölum og eitthvað sem að þarf að skila inn og ég held að ég sé búin að skila svona það bil 6 eða 7 myndum af sjálfri mér og passanum mínum til þess að bara fá leyfi til að komast inn í landi. En það er eitthvað svona auka hluti sem við látum ekki trufla okkur. En jú, það er tímamismunur, það er öðruvísi menning og við þurfum að vera fljótar að aðlagast. Við vitum ekkert hvernig umhverfið við verðum í eða hvernig maturinn verður og við þurfum bara að vera undirbúnar og bara fljótar að aðlaga okkur. Þið farið út í svona nánast einum rykk eða hvað? Já, þetta er langt og strembið ferðalag. Við erum bara á ferðalagi í rúman sólarhring og með tímamismun þá erum við í raun og veru 1,5 sólarhring, förum snemma sunnudagsmorgni, erum að koma mánudagskvöldi á staðinn. En við erum bara vel undirbúnar og búin að fara svona yfir helstu þætti og stelpurnar bara með allt að reyna með það. Hvaða líður svo langur tími frá því að þið komið og þá til að spila í fyrsta leik? Það eru tæpir 2 sólarhringar, þannig að við höfum heilan allan þriðjudaginn svona bara til að koma okkur í gír og jafna okkur og ná okkur á strik. Og svo bara leikur á miðvikudeginum. En svona það fyrir að styttast í brottför, þannig að það lítur að vera svona eftirvæntingin lítur að vera farin að gera vart þessu. Já, engin spurning og þetta er ekki oft sem að maður fær boðið til að fara til Kína og við erum að horfa svolítið á það. Þetta er mikil og góð upplifun og mikil reynsla fyrir stelpurnar að fara inn í svona allt öðruvísi aðstæður heldur en þær eru vanar. Þannig að ég finn það á hópnum að það er búið að aukast aðeins spennustigið og bara líka hjá okkur í teyminu, bara virkilega spennandi að fara í þetta mót. Og með þér fara svona sem starfsmenn og aðstoðarþjálfarar? Já, við erum bara frábært teymi. Arnar Pétursson kemur með okkur og frábæran sjúkraþjálfara, Tinnu Jökulsdóttir sem er með A-landsliðinu líka. Hrafnhildur Skúladóttir, það er bara ómetanlegt að hafa hana með og svo Jóhann Ingi Guðmundsson, markmannsþjálfari. Þannig að þetta er bara hrikalega gott teymi, ég er mjög spennt að fara með þeim. Harðsnúinn hópur með góðu liði? Já, það er bara það sem þarf og bara við erum mikla reynslu í þessu teymi og þannig að þetta er bara allt saman upp á 10 sko.